Þessi kirkja hérna fyrir aftan mig heitir Innri Hólmskirkja. Hún stendur hérna í Hvalfjarðarsveit, Innri Akraneshrepp, nánatiltekið. Göngin eru hérna mér á vinstri hönd. Hún var aðeins farin að láta á sjá, eða bara alveg töluvert, þegar að fermingarsystkini, fermd 1963, tóku sig til, spýtt í lófana og fóru að safna fyrir framkvæmdum og eru bara, já, dálítið langt á veg komin. Við ætlum að taka þau tali, prestinn sem og formann sóknarnefndar. Þú ert í þessum merka árgang 1963 sem fermdist hérna í kirkjunni. Hvernig stóð því að þið tókuð hana í fóstur eiginlega núna? Það hérna kom til að því að það var þetta, ég kem hérna oft, er hérna í sveitinni, alla mína frístundir nánast. Og horfa á kirkjuna, kem hérna og aldrei gert neitt. Þannig að síðan hringdi nú bróðir minn í mig og íta við mér að við verðum að gera eitthvað, þetta var ekki hægt. Og svo bara var ég ekkert að gera hjá mér í vor, þannig að þá hringdi ég Kristján og Lárus og Elísabetu sem eru hörmengissyskinin, spurði hvort þau taka þátt í þessu með mér. Þau sögðu já og þá var boðað til fundar hjá sóknarnefndinni. Við mættum hérna í litla húsi hérna og þau náttúrulega tóku því fagnandi að einhverju vildi gera eitthvað og þar með fór boltinn af stað. Þið þurfum náttúrulega fyrst að fjármagna þetta, ekki? Hvernig gekk það fyrir sig? Sóknarnefndin er afskaplega duglega safna peningum, átti svolítið til, það dugði fyrir fyrstu framkvæmdinni. Og síðan er náttúrulega búið að leggja helling til, sveitafélag lagði til hérna peninga og margir velunnarar sem eru búin að leggja peninga í þetta. Þannig að þetta stendur á sléttu núna, það er engin peninga til og vantar meira til að geta sett gluggan í þeir verða að smíða þá. Þannig að nú eru þið að leita til velunnara og annara að reyna að klára framkvæmdirnar. Já, það er verið að því. Það er verið að senda öllum bréf hérna og ýmislegt sem Kristján stendur fyrir fá fólk að leggja peninga í verkið. Var þetta stór hópur sem fermdist hérna 1963? 4. Það eru bara þið 4? Heil 4. En mikið eru þið öflug að þessi árgangur skuli stíga fram og taka sér að reisa þessa kirkju við? Já, þetta er bara, það er ekkert mál. Það er bara að drífa það af. Ragnar, þú ert formaður sóknarnefndar og fermingarsystkinin 4 úr árgangi 1963 og þau ákveða að taka þessa kirkju að sér, vilja gera viðgerðir á henni. Hvernig tókst þú í það eða þið í nefndinni? Mjög vel. Fegin að fá einhvern til að taka af skarið. Og gott líka að fá svona einhvern eins og til dæmis Kristján sem þekkir marga iðnaðarmenn og svona. Já. Veit hvert hann á að snúa sér. Það hvíslaði mér lítill fugl að kirkjukaffið hér væri eins og fermingarveisla. Hvað segðu mér hans frá því? Það er bara, ég er alltaf með kaffi hérna eftir allar messur. Ég er náttúrulega fædd og uppalinn hérna á Innrihólmi og mamma var alltaf með kaffi í gamla daga. Og ég bara hélt þessum sið áfram. Þegar að ég fekk þetta hús hérna úti, það er auðvitað ekki stórt en það bara gerir sitt gagn. Og erum við bara að vinna með hnallþórur og rúllutertur og brauðtertur? Allt sem að mér dettur í hug að koma með. Þetta er bara svona hlaðborð. Hvenær er næsta messa? 14. nóvember. 14. nóvember, já, það er gott. Bara að fara í kaffi. Það er mikilvægt að halda svona kirkjum við. Hér eru miklu listmunir eins og í öllum kirkjum í rauninni og eins og segir, hún var orðin bara lek hreinlega. Við erum með altaristöflu hérna sem er eftir hvern? Jóhannes Kjarval. Gefin kirkjunni hérna í jólamessu 1933. Eins gott að rigni ekki á hana maður. Við megum ekki láta rigna á hana. Þannig að það er búið að forða því. Já. Erum við ekki bara fullar bjartsýni á að þetta náist? Þetta kemur bara fyrir varu. Kirkja verður náttúrulega 130 ára á næsta ári. Þetta verður kannski ekki alveg búið fyrir afmælið en við bara stefnum að því. Þráinn, það eru margar kirkjur sem að þið prestarnir þjónið hérna í þessu prestakalli. Já. Þessi var aðeins farin að láta á sjá. Það er fermingarsystkini sem að taka þetta í fangið. Út af hverju þykir fólki svona vænt kirkjurnar sínar, húsin sjálf? Ég held að það sé annars vegar vegna þess að í kirkjunni eigum við þessar helgu stundir lífsins. Skírnin, fermingin, eins og hjá þessum. Brúðkaup hjá mörgum og svo fylgjum við ættingjum okkar til hinstu hvílu. Þannig að hér eigum við svo ótrúlega mikilvæga stundir sem að marka svolítið lífið. Þannig að ég held að það sé þaðan komið þessi væntumþykja í garð þessara húsa.
hvað hugsaði þú þegar þú vissir að það voru bara fermingarsystkini, bara 4, þau eru bara 4 sem fermast hérna, að þau taka svona vegamiklar framkvæmdir í fangið og fylgja þeim eftir? Það er alltaf bara alveg ótrúlegt og bara himnasending fyrir okkur og fyrir sóknarnefndina sem er vissulega búin að standa í ströngu í mörg ár að safna pening. En svo munar það þegar það kemur einhver og tekur svolítið verkefni að sér. Því að þetta er rosa mikil vinna að halda utan svona framkvæmd. Og maður finnur það bara á þeim tíma sem ég hef verið hér. Það eru margir sem hafa mikla tilfinningar fyrir Innri-Hólmskirkju. Og bara svona í gegnum tíðina þá er maður alltaf að hitta fólks bara hvenær á svo að fara að laga kirkjuna á Innri-Hólmi. Og hún náttúrulega leit mjög illa út og sérstaklega utan. Þannig að þetta var svo ofboðslega áberandi fyrir alla sem komu hingað. Hún stendur á alveg frábærum stað að koma hérna upp að henni með þetta útsýni hérna yfir. Hún er alveg sko bara þetta er ofboðslega fallegu kirkjustaður og hingað er líka alltaf gott að koma. Er það út á kaffinu? Já, meðal annars. Það er bara einhver svona andi og það er þegar við mersum hérna, það er alltaf fullt af fólki og það er svo sérstök tilfinning sko, þannig ekki stórt bílastæði hérna, en við erum svo iðulega að lenda í því að bara hér allt tróðið af bílum. Þannig að það er svo ofboðslega gaman að koma hérna og gaman að þjóna í þessari kirkju vegna þess að það eru margir sem að unna henni. Hvað er næsta verkefni? Hvað stendur til? Hvar gifturðu þig? Það er í Keflavíkurkirkju. Hvernig er staðan á þeirri kirkju núna? Hún er í toppstandi.